Ja, Kristján, þetta svekkjandi. Hver fyrstu viðbrögð eftir leik? Það bara á betra liði, það úr leik í bikarnum. Við vorum svo margfalt betri aðilinn í þessu leik að það var alveg yndislegt að sjá það. En þú þarft heppnina með og öryggi í vítaspyrnum, en við vorum það ekki í dag, það kom svolítið óvart. Svo segir þið voru betra liðið í dag, þið 3 skot í slá. Hvernig fannst þið bara frammistaðan heilt yfir og hlýtur að vera sáttur? Frammistaðan var verulega góð og við höfum verið búin að klára leik svo löngu áður en að eitthvað var að fara að ræða kvöldmann sko. Þannig að ég get ekki verið annað mjög ánægð með leikinn og ég er búin að rósa stelpunum fyrir það og ég veit að þær náttúrulega eru svekktar þegar við kláruðum ekki enn leik sem við áttum svo sannlega að gera því að frammistaðan var mjög góð. Þetta var svona svolítið bragðduft í fyrri hálfleik, svolítið eins og liðin væri svona aðeins að finna taktinn, svo komið þið út í seinni hálfleikinn og gjörsamlega takið yfir. Hvað svona breyttu ykkur í hálfleik eða hvað reddu þið? Ég held að það var tvö atriði sem við lögðum áherslu á, eitt varnarlega og eitt sóknarlega og svo var eitt atriði sem við breyttum. Að öðru leyti sko, við erum komin neitt úr lífi og það komið svo mörg stopp þarna í leikinn á stuttum tíma og við mistum aðeins taktinn og gerum mistök í uppspilinu í kjölfæra á því og fáum okkur jöfnummarki 1-1. En mér fannst fyrri hálfleikurinn alveg ágættur líka, það voru alveg hálffæri í honum líka þótt að mörkin hafi komið í seinni hálfleik. Þið eru að fara til Eyja eftir nokkra daga. Hvernig svona leggst á undirbúningur fyrir þann leik í ykkur? Það náttúrulega þurfum að rífa okkur í gang andlega núna, við höfum 2 daga í það, 3 sólarhringa áður en við verðum flautað til leiks í Eyjum og það verður bara að takast á í það verkefni. Við erum með sterkar leikmenn sem eiga að geta gert það en já, þetta verður töff en þær eru frábærar, spila frábæran leik og þær eiga eftir að átta sig á því eftir að þær sætta sig við svekkelsi.